segir mér, tækni er farin að taka meira og meira pláss í okkar samfélagi og nú fara alveg stór hluti af samskiptum í gegnum net og annað. Sko þetta vera góð þróun, jákvæð? Já, mér finnst það persónulega mjög góð þróun, sko. Því að samskipti er náttúrulega góð, þú veist. Og allt sem einfaldar okkur lífið er gott, sko. Og þú veist, það er svona tæknilega séð. Og ég meina, ég sé ekkert að tæknilegri þróun. Ég finn ekkert að því. Júlí. Ég held að sé svona tvíeggja sverð, sko. Bæði gott og vont. Getur verið mjög gott út af að auðveldar okkur samskipti, auðveldar okkur vinnuna líka. Það getur líka verið slæmt út af það að það auðveldar okkur að sækja í efni sem við ættum ekki verið að sækja í. Júlí, ég ítti þetta á rækjum. Já, haldið ekki að bara venjuleg samskipti minni fyrir fjarlægri framtíð, bara vera deyja út svona nafnið? Venjuleg samskipti? Ég var sem það, sko. Alveg deyja út, sko. Því að það er ekki alveg sem það að við séum alltaf með, þú veist, svona vassla munninu sem tala okkur við frá hversum er, sko. En þú veist, ég hef bara mannlega samskipti núna og hann deyja út, sko. Þú veist, kannski bréfi og svona, þú veist, eitthvað svoleiðis sem við verðum að deyja. Ég held sko að samskipti mun líklega þróast og breytast, en ég vil alltaf halda því fram að fólk ætti ekki að hafa samskipti við hvort annað. Nei, það væri ekki gott. Já. Hafið þið eitthvað við þetta að bæta? Já, ég var svo ekkert, sko. Skemmtileg pæling, sko, hvað myndi koma í staðinn fyrir, þú veist, mannleg samskipti. Það er eiginlega ég hef áhuga á því að vita hvað mun gerast í framtíðinni. Já, það gerist. Já, þess að hafið þessi myndina með parinu sem sitja saman á sama stólnum, þannig að hann snýri þess aftur og spila í tölvunni þarna megin, hún snýri hinn aftina. Já. Það er smá áhætta að það gerist. Já, það er vonandi verið svoleiðis. Já, við þökkum Lísu og Dísu kærlega fyrir þetta. Takk fyrir.